Ríkið mun leggja fram yfir 3 milljarða króna vegna stóriðju á Bakka og meiri skattaívilnanir en áður, samkvæmt frumvarpi sem Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra mælti fyrir á Alþingi í gærkvöld. Ráðherrann segir að ríkið verði búið að fá peningana til baka áður en framkvæmdum lýkur. Kristján Már Unnarsson segir frá. Núverandi ríkisstjórn hafnaði því á fyrstu starfsmánuðum sínum að endurnýja viljayfirlýsingu við Alcoa álver á Bakka. Kísilverksmiðja komst á dagskrá og fyrir 3 árum sagði Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, að Þingeyingar getur farið að búa samfélagið undir stóra atvinnuuppbyggingu. Iðnaðarlóðin hér á Bakka, hún stendur enn auð og óhreyfð. En það er ljóst að margan Þingeyingin er farið að lengi eftir því að hér fari eitthvað að gerast. Til að greiða fyrir samningum við þýska félagið PCC kísilver hefur atvinnuvegaráðherra nú lagt frumvarp fyrir Alþingi sem feli í sér meiri skattaívilnanir en gildandi lög leyfa og að ríkissjóður greiði hafnargerð á Húsavík, lóðaframkvæmdir á Bakka og vegtengingar milli lóðar og hafnar. Á Alþingi í gærkvöldi sagði Steingrímur þessar ívilnanir nauðsynlega forsendu þess að ráðist yrði í framkvæmdir og flokka mætti þetta sem byggðastuðning við nýtt iðnaðarsvæði sem lægi langt frá suðvesturhorninu. Eina sem við viljum þarf að fá að nýta okkar auðlindir, skapa verðmæti, gott fyrir þjóð að mínu mati og ekki veitum nú af á þessum tímum. Þannig að þetta er raun og veru stuðningur til að koma verkefnum á stað. Aftur á móti þegar upp er staðið að þá verða nú ekki marga, þá mun ríkissjóður þiggja hér krónur og ég get lofað því að þetta verður góð fjárfesting fyrir ríkissjóð. Og raunar sagði Steingrímur í þinginu í gærkvöldi að vegna aukinna tekna og umsvifa yrði ríkið sennilega búið að fá allt sitt tilbaka strax í lok byggingartímans. Alþingi samþykkti í gær frumvarp sem veitir atvinnuvegaráðherra heimild til að gera fjárfestingarsamning byggingu 33.000 tonna kísilvers á Bakka. Ríkið veitir skattaívilnanir upp á 1,5 milljarð króna. Ef áætlanir ganga eftir gæti framleiðslan hafist árið 2016 og er gert ráð fyrir að hún verði aukin upp í 66.000 tonn síðar. Félagið fær sérstakar skattaívilnanir vegna nýfjárfestinga umfram aðrar heimildir í lögum. Til dæmis hvað varðar tekjuskatt, tryggingagjald, stimpilgjöld, fasteignagjöld og fleira. Samtals 1,5 milljarð á 10 ára tímabili. Ríkið greiðir einnig nærri 800 milljónir króna vegna framkvæmda við lóðina og þjálfun í starfsfólks. Þá samþykkti Alþingi einnig frumvarp þátttöku ríkisins í gerð vegtengingar milli Húsavíkurhafnar og Bakka fyrir 800 milljónir króna. Ríkissjóður veitir síðan víkjandi lán vegna hafnaframkvæmda fyrir 819 milljónir króna. Sveitastjóri Norðurþings fagnar niðurstöðinni. Já, maður er náttúrulega mjög ánægður með að þessum áfanga skuli vera náð og þetta er náttúrulega búið að margra ára að vinna að baki. Þannig að við erum kátir í dag og teljum þetta eitt af mikilvægu skrefum til að koma hlutunum á stað hér á Norðausturlandi. Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra satt hjá við atkvæðagreiðsluna á Alþingi þar sem hún taldi óviðunandi að ráðist verði í virkjun í Bjarnarflagi án þess að farið verði í nýtt umhverfismat. Mývatn og lífríki þess er í húfi. Loks er að mínum að ræða ofurrífleg framlög úr ríkissjóði til að ég geti stutt þessi mál. Ég mun sitja hjá við bæði málin.